Svona. Hérna. Já. Góðan daginn. Þá ætlum að tala halda fram að tala hreyfingar, en kannski áður en byrjum á því að við var sennilega ekki tatt mikið tíma til að skoða assignment 9, hún ekki löng. Ég segi ég sagt aður, en hún virkilega, þetta keyra 2 transaktionir og búa til einn Phantom sem við getið notað dæmi frá því síðast í. En það kannski fyrir smá tími það bara að fatta actually hvað að gerast og tengja það saman við læsingar algoritma sem voru að tala og ég ætla að tala núna eftir þessi level isolation sem að breytir svolítið hegðun kerfana og þannig að eftir sem þið aukið isolation þá sjáum við hegðuna aðeins breytast og það svona það sem markmiðið með þessu að sjá hvað gerist. Svo verkefni 4, ef við komið að fjöllum núna með að það sé skil á því í dag þá ég frekar vandamálum. En ég sem sagt, það komið rosa mikið af alls konar hindum og umræðum á Piazza að ég hugsa að ég komist ekkert á Piazza í dag. Bara, ég með skilafrest á sjálfur og einn í dag og annan á morgun og þannig að þið verður bara að hjálpa hvort öðru. En það tíminn eftir milli 11:30 og 12:30, þannig að ef þið hafa einhverjar spurningar í lokin, endilega koma. Og síðan náttúrulega tókum við svona smá upprifjun á mánudag sem hægt að kíkja á líka. Það sem vorum að tala síðast, sem var alltaf nefni, þessar hreyfingar. Og þetta acid, þessi acid skammstöfun, eitthvað sem að þið eiginlega þurfið bara að læra og mjög típiska prófspurningar hvað þýðir A eða acid. Þurfið að vita atomisti og þurfið að geta skýrt út hvað atomisti Það alveg rosalega fína prófspurningar úr þessum konseptum. Bara svona svo þið vita það. Og segir fólki sem kemur í annað námskeiði, ef einhver vekur miðanótt að það fyrsta sem það að segja atomisti consistency isolation durability og svo að fara að spá hvað að gerast í heiminum. Og þetta snerist það að taka aðgerðir í gagnagrunninn og hópa það saman og tryggja það að annaðhvort sjáu þið áhrifin af þeim öllum eða sjáu þið áhrifin af yngri þeirra ef eitthvað gerist. Að ef grunnurinn réttur þegar í lagi þegar hreyfingin byrjar þá sé hann í lagi þegar hreyfingin búin, þegar allar aðgerðir búnar. Að það að sé eitthvað annað að gerast í grunninum, að það hafi ekki áhrif á ykkur. Þið getið forritað hreyfingunum ykkar eins og þið séuð einu í heiminum. Og það einhver annar sem sér alla varnaglana. Passa að það sé engin annar að breyta, passa að skrifist á disk og allt þetta, skiljið. Og svo durability að þegar þið eru búin að committa, þegar þið eru búin að segja, ég sátt. Og þetta bara, þessar breytingar eiga að standa í grunninum, að þá sér grunnurinn að það gerist actually. Og við vorum að tala semst munið, tölum það consistency, það svona, það sem grunnurinn hjálpar ykkur með og það þessi constraint eins og þegar þið segir primary key, að það consistency mál, skilji. Það einhver regla í grunninum sem að primary key útfærir. Þegar það normaliserið, að þá eru þið svona að hjálpa grunnunum og grunnurinn hjálpa ykkur með consistency, skilji. Til að koma í veg fyrir að þið séu að skrá sömu gögnin oft og gerir mistök í skráningunni. Þegar skilgreinir foreign key, check constraint eða trigger eða slíkt, þá þetta snýst alltaf consistency. En svo tölum við líka það að, skilja, ef þið skrifið vitlausa transaction, skilja, ef þið skrifið millifærsluna þannig að það fer ekki sama upphæð inn á reikning og útreikningi, þá grunnurinn alveg sama, skilja. Hann nær ekki að höndla það. Ef þið skrifið innlegs transaktionir þannig að það fari mesta vinnlegginu inn á reikning eigandans en soltíðatransaktion inn á ykkar reikning, skilji. Grunninn alveg sama, það bara einhverjum öðrum sem ekki sama. En grunninn þetta alveg fullkomlega consistent transaction. Þannig að þarna ábyrgðin rosalega mikið hjá ykkur á consistency. Fyrsta lagi náttúrulega skilgreina skilyrðin og gera normalization og gera allt þetta. En svo líka gera réttar hreyfingar.
Atomicity og durability, það svona, tölum við það í dag, og það raunverulega gert með því að bara logga niður, vera með logg sem svona lítið rekord allt sem þið gerið. Og jafnvel þó að breytingarnar ykkar fara ekki á disk, síðan það minnin á tölvunni, af því að þið eru með biðminni og eitthvað svona, skiljið, að þá þessi loggur, hann settur út á disk. Og svo bara hægt að spila hann fram og tilbaka til að gera breytingar að taka það burt. Og svo þessi isolation sem við vorum að tala síðast, það að segja hvernig við læsum grunninum til þess að tryggja það að sé engir árekstrar. Já, ok, nú erum við búin að tala um þetta allt líka. Og við vorum að taka dæmi hérna hreyfingar og það sem við vildum gera að þegar það hreyfingar eða margar hreyfingar að keyra á sama tíma, að þá sé áhrifin eins og þær hafi keyrt í röð. Munið þessu. Eins og þarna eru tvær hreyfingar, það keyra röð, fyrst, það getur verið önnur undan hinni eða hinn undan annarri, og það skiptir engu máli, grunninn alveg saman það. En það sem við viljum síðan sjá þegar hreyfingarnar að keyra á sama tíma að þetta sé eins og einhver raðvinnsla, skiljið. Og það kallum við serializable. Ef þetta er serializable, þá það fínt. Svo lentum við hérna í því að fá, ef við erum ekki með læsingar, þá getum við lent í því að fá runnur sem ekki serializable. Það er ekki eins og nein raðvinnsla. Og það viljum ekki. Þannig að þetta, við rúluðum í gegnum reikana þessu og komumst að því að hérna kom út niðurstaða sem við gátum ekki fengið út með okkur þessu. Og þarna var einhver að tapa peningum og einhver að græða pening og hérna var einhver að tapa peningum og einhver að græða pening, skiljið. Það svona mismunandi aðilar. Þannig að þetta var hvort ekki serializable. Þar með viljum ekki svona vinnslu í gagnagrunn. Og svo tölum við möguleikana sem geta rekist á, skiljið, einhver kom með skriflás og einhver annar ætlar að lesa, getur ekki fengið, skiljið. Og einhver búinn að lesa og svo kemur einhver annar og skrifar yfir það og eyðileggur eiginlega það sem hann las. Og svo hérna bara einhver búinn að skrifa og svo kemur einhver og skrifar yfir það og þá hverfur síðasta update. Þannig að þetta voru svona dæmi hluti eins og þetta neðsta að hérna hreyfingar sem að reyna að halda sömu gildi í tveimur færslum og það enda með því gildið mismundi af því að þær eru báðar að reyna að breyta, skiljið. Og síðan tölum við þessa tveggjafasa læsingu sem að raunverulega bara reddar þessu. Það að segja, hún serializar, gerir þetta serializable, tryggir ykkur að þetta sé serializable. Stundum, eins og við sáum í dæmi með því bara að actually enforca það önnur hreyfing keyra undan hinni. En stundum þarf það ekki og svo komust það líka stundum deadlock, skiljið. Ef þetta er hreyfing, sem sagt aðgerðaruna sem að gengur ekki upp, að þá fáum þið bara deadlock. Og hérna, þessar reglur þarna segja að þið þurfa að fá lás áður en geti náð einhver gögn. Þið geti fengið shared lás sem að margir geta deilt í einu og þið geti fengið exclusive lás þar sem að hérna, þar sem að sem sagt bara einn getur haft lás. Og ég ætla að taka smá hérna visual aid til að leika með mér. Start upp. Nú þeir sem eru heima, þeir eru bara ímynd ykkur. Ég hérna með símann minn og þetta er eitthvað sem við ætlum að læsa. Shared lás, það er vinstri hendin og ég legg hann á. Ég tek hann ekki til mín, þannig að margir geta verið með þetta. Ok. Exclusive lás, hægri hendin, tek símann og ég er með hann hjá mér, ég er með hann í fanginu. Þú getur ekki náð í hann, séu. Ok. Þannig að ef ég kem til að segja shared lás, allt í lagi, þú ætlar að fá shared lás, þú bara leggur hendin á símann. Þetta er ennþá allt í lagi, skiljið. Svo kem ég að taka hann til mín. Ég get það ekki. Hann er með aðgang að þessu, skiljið. Svo ætlar þú að taka hann til þín með exclusive lás. Haltu shared lásnum og þú ætlar að reyna að fá exclusive lás. Sjáðu deadlockinn. Prófið þetta þegar þið farið að spá í isolation level, skiljið. Vinstri hendin, leggur á, geta allir gert það. Hægri hendin reyna að taka til sín, en það er ekki hægt að taka til sín ef einhver er með puttan á þessu. Sjá þetta ekki svolítið fyrir okkur. Þannig getur við raunverulega hermt eftir lásum. Getur bara tekið leikrit á þetta og þess vegna þarf að vera tveir í assignment.
og svo þegar committið að þá bara sleppið, skiljið. Leggið símann frá okkur eða takkið vinstri hendina til ykkar eftir atvikum. Og þarna sáu sem sagt, að þau ykkur sem voru hérna sáu þetta, hinum þurftu að sjá þetta fyrir sér, hvernig deadlock myndast til dæmis. Og það getur líka myndast annan hátt að ég með eitt síma og, hvað heitir aftur? Ragnar með annan síma, og svo langar mig að fá síman hans Ragnar, svo hann langar að fá síman minn, skiljið. Og þá sitjum við báðir uppi og enginn gefur neitt eftir og þá verður að slá hann okkur í hausinn svo hann leggir frá sér síman og við getum haldið áfram. Það semst þetta, hvernig maður resolver deadlock. Það tekur maður bara eina transaction og maður bara hendir henni. Áhrifanir hverfa, lásarnir hverfa og gerir þetta ekkert meira. Þannig að þetta var eitt af þessum gat komið upp og maður myndi kannski hugsa, sko, þá ekki strict two-phase locking voðalega slæmt, skilur, ekki slæmt reiknirit, slæm aðferð, fyrst hún kemur með deadlock. Og svarið jú, en hver valkosturinn? Valkosturinn að verða eitthvað rangt í gagnagrunn, skilur. Þarna bara aðgerðaruna sem svo rætin að ef við myndum leyfa hana, að þá myndi koma upp villa í gagnagrunn. Og það þá skárra að fá feedbacki að þarna einhver villa í gangi og ég gat ekki tryggt ykkur isolation, skiljið. Það svona ákveðin heiðarleiki í því. Hitt vandamálið sem við töluðum var hérna þetta phantom problem. Þar sem við vorum sem búin að reikna út hérna að það eru tvær hreyfingar, önnur að finna max hérna aldurinn í hverju grúppu og hinn að uppfæra einn seilor, færa hann á milli grúppa og hann vill svo til að hann mjög aldraður. Og við sögðum að ef við gerum fyrst T1 og síðan T2, að þá fær T1 niðurstöðuna, það var 71,96 og ef að fyrst keyrir T2 og síðan keyrir T1, að þá skila T1 96,63. Þetta svona serial executions, þetta niðurstöður sem myndum vilja sjá. Svo tókum við smá runu sem að getur alveg gert með strict two-phase locking, því að við erum bara að læsa færslu. Þar sem að T1 les allar sjómennina, fær 71, síðan kemur T2 og gerir update með því að inserta inn í rating 1 og taka út rating 2 og svo kemur T1 og les rating 2 og fær út 63. Þannig að við fáum út 71,63 sem semst ekki serializable. Og við tölum það að ástæðan og sem strict two-phase locking í gangi en leyfir þetta og ástæðan svo að hún var bara að læsa færslunum en við breyttum menginu. Við breyttum menginu með rating saman sem 1 eftir að T1 læstu öllum færslunum. Og hérna, ef að til dæmis þessi aðgerð hérna hefði verið undan, þá hefði T2 verið með exclusive loss og T1 hefði bara mátt gera svona bíða, skiljið, eftir að þessi committaði. Þannig að þetta var svona frekar óheppileg runa, en þetta eitthvað sem getur gert. Og við teiknum þetta upp þannig að það eitthvað fullt af færslum, hérna með rating saman sem 1, og svo kannski eitthvað fullt af færslum með rating saman sem 2. Og svo kemur T1, sem þetta rauða, og gerir ekki. Við höldum það sem við höldum að T1 sé að gera, hún sé að læsa þessu. Það sem T1 actually að gera, að læsa þessu hérna. Svo kemur R2, tekur þennan hér, færir hann hingað. Og við höldum að sé lás, en það ekki lás. Svo kemur T1 og læsir öllum þessum, en ekki þessari færslu þarna. Munið hverja lausnirnar voru? Jó, það sem best ef það til index. Ef það til index á rating, þá hérna allar færslunar sem með 1 og svo hérna allar færslunar sem 2. Og það sem gerist þá að kemur lás á þetta range, skiljið. Það læst í indexnum, ég fæ bara exclusive lás á þetta range, hérna. Eða það fæ shared lás, reyndar til að sé hægt að lesa, en þegar að hreyfingin kemur þá þarf hún að fá exclusive lás á range til að geta insertað og þá verður hún að bíða.
Þannig að þetta var ódýraðferðin. Ef það engin index á töfluna og við viljum koma í veg fyrir Phantom, að þá þarf bara að læsa allir töflunni. Það engin leið önnur heldur en að læsa allir töflunni. Og ef töflan stóra þá það svolítið dýr aðgerð. Þannig að þarna komin eiginlega enn einn ástæða fyrir að maður geti vilja búa til index. Ef maður vill hafa serialæs og vill koma í veg fyrir að töflunni sé læst, að þá geti maður þetta búa til. Og seinni hlutin af assignment 9 að búa til svona Phantom. Þið hafið þetta dæmi þarna hvernig þið getið gert, en þið getið líka prófað að gera eitthvað annað dæmi. Og ég ætla að koma inn eftir að það er hægt að með MS SQL Server og ég held alveg örugglega MySQL líka að ég prófaði þannig að það er hægt. Það er hægt að stilla til þess að koma í veg fyrir Phantom, en það er hægt að líka stilla þannig að leyfið Phantom. Og þið þurfa að stilla þannig að leyfið Phantom og við tölum það rétt eftir. En til þess að þetta gerist þá þurfum við 2 transaktionir. Þið þurfum að vera með 2 glugga, önnur begin transaction, hinn begin transaction og svo gerir þessi eitthvað og svo gerir þessi eitthvað, skiljið. Og því svona stjórnið, því leikstýrið hérna aðgerðin með því að keyra fyrst eina skipun hér og svo eina skipun hér, skiljið. Búið upp runnur, búið til runnur. Og semst verkefni snýst það að sjá deadlock og Phantom í action. Það er raunverulega það sem þið gera. Þið búið þetta til og sjá þetta gerast. Nú, en SQL styður þetta sem kalla serial isolation level sem raunverulega bannar Phantom, getur lent í deadlock náttúrulega því að það ekkert hægt að komast í að því, en algjörlega full isolation. En það kemur oft fyrir að afköstin verða bara ekki nógu góð og kemur fyrir að fólk til í að fórna því að fá stöku villu í gögnin fyrir það að fá meiri afköst. Og SQL sem styður veikari svona isolation level og ég ætla að segja ykkur svona svolítið frá því. Það sem að gerist í þessu að það er alltaf verið að hugsa raunverulega hvað gerist með write-lásana eða hvað gerist með read-lásana. Og þarna two-phase sem þýðir það að maður tekur lás og heldur þangað til maður committar. Svo stundum kallað hérna, þegar það not two-phase, að þá það bara stuttir lásar. Hérna eins og stuttur hérna leslás eða shared lás, og þá legg ég vinstri hendina á símann bara til að tryggja, hann þetta actually, það er engin með exclusive lás, skiljið. Og svo bara tek ég hann aftur til. Ég ætla ekki að halda þessum lás, ég vil bara vita að það sé ekki búið að breyta. Og þessi level semst þannig að fyrst eitthvað sem kallar 0 sem ef við erum með það þá ekki hægt að recovera, þá getur grunnurinn bara hreinlega verið rangur. Það ekki hægt að tryggja semst rollback. Að þá myndum við bara fá stuttan exclusive lás bara til að tryggja þessi enginn að breyta actually núna og svo bara sleppið í hlutum. Og þá getur hver sem breytt hvenær sem bara ekki 2 í einu. Og það þýðir að þið semst breytið og það þarf ekki að bíða eftir commit, þannig að einhver getur lesið eitthvað sem þið hafa breytt áður eftir commit. Þetta stundum kallað read uncommitted sem hérna. Nei, fyrir ég. Þetta bara ekki neitt. Svo næsta, að þá semst takið exclusive lás á hluti þeirri breytið og þið haldið þeim, þannig að það getur engin annar breytt þeim. En read að það engin lás. Þannig ég bara les, alveg sama sem sagt hvað hefur gert og þetta sem kallar read uncommitted. Sama hversu mikið einhverju færslu verið breytt, ég bara les stöðuna eins og núna og hef engar áhyggjur af því. Hvar sjáðu fyrir ykkur að þetta væri fínt? Það að taka tölfræðivinnslu í stórri töflu til dæmis. Taka meðallaun yfir risa fyrirtæki. Þó hafi breytt launum einhverjum að þá bara breytir það með $1, það skiptir engu máli. Þið endið á að rúna þetta upp í næsta 1000. Skiljið? Þannig að það skiptir ykkur engu máli. Fyrirgefðu? Já, sko. Hvað þarftu, ef þú ert með 100.000 manna fyrirtæki, hvað þarftu að hafa mikil laun til þess að breyti $1.000?
Já, en til að rúna upp í næsta þúsund þá þarf að muna 500, þannig að þú þarft að vera með hvað 50 milljónir dollara sem að þarf að muna. Skilja, þannig að það er orðið svolítið ekstrím allavega, sko. Þó að menn séu vel launaðir í forstjórastólnum. En það er svona dæmi, sem þegar við erum einhver tölfræðivinnslu, þá er ykkur svo sem alveg saman þetta, skilji. Þetta er ekki svo mikið mál. Og sérstaklega ef þið eru bara að lesa, þá þýðir þetta að þið þurfa enga að lása. Ég er ekki að bíða til neinu, ég bara lesi, alveg saman hvað gerist. Næsta stig, sem er kallað read committed, að þá fær hreyfingin stutta, það vantar hérna orðið locks, það fór hérna bakvið, fær hreyfingin stutta að lása. Það er að segja, þið leggið vinstri hendina á símann í augnablik og svo bara tekja hana til ykkur aftur. Það er til þess að tryggja það að það sé ekki verið að breyta þessu. Það er enginn búinn að breyta þessu og ekki búinn að committa. Skiljið. Ef einhver er búinn að breyta, einhver er með símann í fanginu, þá bíðið þið í smá tíma, svo skilar það símannum, þið leggið hendina á hann, takja hann aftur. Bara til að tryggja það að þið sjáu gildi sem var til í grunnum einhverjum tímamóti. Þegar þið eru búin að lesa, þá getur einhver annar farið að breyta í. Þannig að þetta er kallað read committed, en þetta er ekki repeatable read. Ef þið myndir lesa færsluna aftur, þá getur verið fengið annað gildi. Af því að það var einhver annar búin að breyta því. Skiljið? Þið bara tryggið það að þið séu með gildi sem var einhver tíma til í grunnum. Ef þið fáið ekki sérlás, þá gætu þið lesið gildi sem var aldrei til í grunnum af því að það var einhver sem gerði það og abortaði. Skiljið. Næsta stig, þetta repeatable reads, þetta er aftur svona svipað með boys code normalform og þriðja normalform að fólk skilgreindi fyrst 3 og sagði þetta serializable og svo fattaði phantom problem. Að það sem hélt að væri serializable er ekki actually serializable. Það er svona búið til svona 2.99. Og það er sem þessi strönga tveggja fasa læsing, það sem að þið fáið exclusion lás og þið fáið shared lás og þið haldið þeim þangað til þið committið. Það þýðir að ef þið eru búin að lesa eitthvað, þá getur enginn breytt í fyrir en að þið eru committið, fyrir en þið hættið eða abortið. Það er ekki hægt að breyta gögnum sem þið hafið lesið. Þannig að það er alltaf nauðsynlegt að fá ef þið fáið ekki tveggja fasa læsingu, ef þið breytið einhverju og þið skilið lásnum, að þá getur einhver annar breytt í og þið abortað, skiljið, eða þið committið og gildið farið. Það getur einhver annar lesið dótið ykkar og gert einhverja breytingar og skrifaðir í grunninn og það er ekki hægt að rollbacka. Þegar ég hætti við, þá veit ég hvað gildi á að taka við. Því að það sem var gildi þegar ég skrifaði mitt, það er farið, þannig ég get ekki undoað, skiljið. Þess vegna er þetta ekki leyfilegt, þess vegna erum við alltaf með, í grunnunum alltaf með stranga tveggja fasa læsingu á skrifin. En svo er bara spurningin hvað við gerum með læsingarnar. Engir lásar, stuttir lásar, commit lásar. Og svo er þetta þriggja serializable og það er bara sama 2.99 pluss annarkvort index eða töflulæsing. Þá komum við vekk fyrir phantom. Ok, og þetta er sem sagt, skiljið þetta núna ekki? Svo þurfa að fara í verkefni á morgun, þið erum alltaf búin að gleyma þessu þá, að þið þurfa að klára hinn verkefni. En þá getið farið aftur í þessa glæru og prófa þetta atriði með vinstri hægri hendina og séð sem sagt og simulerað raunverulega hvað er að gerast. Og svo kemur semst í ljós ef þið varpið þessi yfir í þessi vandamál sem við tölum um, dirty read, þar sem við getum lesið eitthvað sem að einhver hefur breytt og er ekki búinn að committa. Með read uncommitted, já. Með hinum, nei. Af því að þessi fær ekki leslás. Þessi fær stuttan leslás, þessi fær langan leslás. En allavega er einhver leslás. Unrepeatable read, það er að segja, getur einhver breytt gögnunum mínum eftir að ég las þau? Mögulegt hér.
En með þessu repeat reads að þá það ekki hægt af því að þið fáið lás þegar þið lesið og þið haldið honum þangað til þið búin. Phantom problem getur gert í öllu nema serializable. Þannig að hérna, og sjáum skipun hérna, set transaction isolation level read uncommitted. Það setur þetta, ef það segir read committed þá það hér, ef það segir repeatable reads eða serializable, það farið hingað. Þannig að það raunverulega skipunum sem að þið þurfa að gefa í verkefninu. Þið þurfa fyrir hverja transaction, áður en þið keyrið transaction, áður en byrja hana, þá þurfa að segja á hvaða isolation levelinu á að vera. Og svo byrjið transaction og verkefnið raunverulega, þetta svona teljari, eins og vorum að tala um daginn, að það sem að þið veljið hérna gildi á einhverjum teljara og update það. Og að því að við lesum fyrst og fáum síðan exclusive loss og þá getum við lent í deadlock og svona vesinni. Ég með vinstri hendurinn á símanum og þú með vinstri hendurinn á símanum og svo ætla ég að taka hann með hægri hendi og þú ætla að taka hann með hægri hendurinn og allt býður. Og það fer eftir isolation level hvað þið sjáið, sumir munu gefa ykkur sem sagt þannig að hérna sko ef þið sleppi leslásnum, ef þessi sleppi leslásnum, þá getur þessi fengið exclusive loss. Og þá ekki deadlock en niðurstaðan verður röng í rauninni. Þannig að kíkja á það. Og hérna, svo getið þið prófað sem sagt, getið prófað að bæta við hérna sko, fyrir ekki nótt. Prófa að bæta við for update, sjá hvað það gerir. Munið þá takið þið strax, það verður strax að láta vita, ég ætla að breyta þessu. Þannig að það eins gott að fá bara exclusive loss undir eins. Já. Og það sem munur sjá raunverulega í þessu verkefni fyrst og fremst munur hérna á milli. Að read uncommitted fær enga sérlása en read committed fær stuttan sérlás. Það sem gerist hérna, hermið eftir þessu huganum, við byrjum transaction. Ég fæ hérna alltaf að lesa eina færslu, þannig að ég þarf að fá sérlás. En hann stuttur, þannig að ég bara legg hendina á símann, ég tek hann aftur. Þessi kemur, leggur hendina á símann, tekur hann aftur. Þannig að það núna fyrir með read committed þá engin lás í gangi. Svo kemur þessi og ætlar að breyta, það að segja, setur hægri hendina á símann og tekur hann til sín. Svo kemur hinn og ætlar að breyta, reynir að setja hægri hendina á símann, það ekki sími, þannig að hann býður. Svo kemur þessi og committar og þá losnar lásinn og þessi fær að breyta. Sjáðu fyrir ykkur. Hvaða gildi voru skrifuð hérna? Þessi hérna, lesa gildið og keyra síðan update. Ef að gildið var einn hérna, það voru tveir hér, Þetta svona dæmi ástæðan fyrir að var deadlock hérna svo að þessi aðgerð gengur ekki upp. Það báðir með sama teljaran. Ef þið með repeatable reads, þá ætti það að fá leslás hér og halda honum. Svo fær þessi leslás hér og heldur honum. Þessi reynir að fá exclusive loss, en að því að það einhver með leslás, þá verður hann að bíða. Og sama hérna á því að fá deadlock. Þannig að, og svo ef þið hafið tíma og þetta gengur vel, þá gætið þið prófað að reyna að búa til transaction þar sem þið séð actually mun hér á milli. Þannig að aukaverkefni. Og svo seinni hlutanum að þá eigið búið til Phantom og það náttúrulega dæmi það sem þið sjá mun hér á milli. Það sem að repeatable reads gefur ykkur eina niðurstöðu, serializable gefur ykkur aðra niðurstöðu. Þannig þetta var isolation level og eitt af því sem að reyndar að tala þarna, finnið út hvað defaultið hjá í ykkar kerfi. Og ég get alveg lofað ykkur því að defaultið ekki serializable. Og sennilega það hér í read committed. Þetta segir enginn ykkur. Ástæðan fyrir því að þetta stilt svona svo að þeir sem útfæra grunninn og selja ykkur hann, þeir vilja sjá afkastinn, þeir vilja ekki að þið komið tilbaka og segir að þetta virkar ekkit hratt, skilji. Vegna þess að fólk gerir alls konar vitleysurnar í kóða og þá eins gott að hafa bara read committed. Þetta hreint afkastamál og sölumál.
Svo eitt atriði sem ég langar til að minnast á, ekki, sem sagt, það sjálf sér ekkert í prósi, bara vil að vita það, að þessi grunnar langflestir að þeir læsa, sem sagt, ekki bara færslu. Þeir taka svona hierarkíu á lásum. Þannig færslan neðst og þetta sem sagt, hvað segja, það stundum til dæmis ætla að lesa alla töfluna. Þá rosa gott að fá bara sér til að sér það ekki. Ef þið ætla að breyta einni færslu, þá rosa gott að fá exclusive lás hérna. Ekki satt. Sér til á töfluna, það einn lás. Svo getið bara lesið allt. Og spurningin hvernig hægt að gera þetta, og það sem gert í rauninni að þegar ég ætla að breyta töflunni, þá fæ ég það sem kalla intent exclusive lás hérna og svo exclusive lás hér. Og þetta EX að það konfliktar við shared, þannig að það getur ekki fengið shared lás þegar ég ætla að fara að breyta einni færslu. Þannig að ef þið farið að skoðið lásatöflur í grunnum, þá munið þið sjá lás á database, munið sjá lás á töflu, munið sjá lás kannski á page, munið sjá lás á færslu og þið munið sjá eitthvað EX og ES og svo leis, þá það raunverulega verið að gera þetta. Grunnurinn nákvæmlega sami, þetta sama ströng tveggja læsing, bara munurinn þessi. En ég segi, þið verið ekki prófuð þessu, ég bara vil að þannig að það kom ykkur ekki óvart þegar þið farið einhvern tímann á skoðið lása að sjá töflur og svo leis inn í lásatöflunni. Alright, þetta voru læsingar. Ekki bara taka pásuna núna og hella okkur svo í Tea Recovery. 5 mínútur. Erum 11 yfir. Það sjá. Það rosa góð spurning. Það sjá. Það sé eitthvað hérna í þessu. Það. Þetta er bara, já. Óttast að þetta sé allt annað, sko. Það er svona stilli. Græði. Ég veit það ekki. Hvað gerir þetta? Nei.
Ég veit ekki. Það er það sem maður hræddur alltaf, sko. Það er að prófa þetta offline, sko. Það er kannski að nota bara frekar alltaf músina, sko. Það er kannski bara að nota frekar músina heldur pennar til að benda. Svona örlítið skárið, sko. Já. Allir í kaffi. Herra, ætlum að tala næsta hlut í sambandi við hreyfingar sem er recovery. Og þetta snýst sem sagt atomicity og durability. Það er að segja að við erum einhvern svona recovery manager, einhver endurræsingarstjóra sem að útfæri þetta tvennt. Og þetta er útfært með sömu tækninni vegna þess að annað, atomicity, ef við hugsaum hvað þurfum við fyrir atomicity? Við þurfum undo. Þess að þið eru búin að gera einhverja breytingar og svo allt í henni rollback og þá þurfum við að geta undoað. Hitt durability, fyrir það þá þurfum við að geta redoað. Þið eru búin að gera einhverja breytingar, committaðar og svo crashar serverinn eitthvað, þá þurfum við að geta endurgert þær breytingar. Þetta er eiginlega bara tvær hliðar á sama peningnum eiginlega og þess vegna er það sami stjórinn sem að útfæra þetta. Og það sem að hérna þurfum að geta útfært er akkurat þetta, fyrir atomicity, að þá þurfum að geta tekið breytingar tilbaka annarkvort vegna þess að transactionin segir rollback, skiljið. Eitthvað í kóðanum ákvað, heyrðu, nú er bara tími til að hætta, eða það var deadlock og transactionin var abortað, eða sem getur gerst er að hún er í miðju kafið þegar kerfið bara hrynur, skiljið. Serverinn hrynur og rafmagnið fer af eða eitthvað, skiljið. Og þá þarf að taka burt breytingarnar. Fyrir durability, að ef allt gengur eðlilega og þið committið, þá er það sem getur komið í veg fyrir að það gildi er fyrst og fremst bara crash, skiljið. Þeir eru búin að gera einhverju breytingar af því að þeir eru með buffer manager, skiljið, hluti í minninu á tölvunni, þá er ekkert endilega búið að skrifa á disk og síðan þurrkast minnið út, þannig að breytingarnir actually eru ekki á diski. Þá þurfum við að þannig að við tökum þetta dæmi hérna, sjáum T1 og T2 committa og allt í lagi með það, T3 abortaði hérna og svo T4 og T5 í gangi. Það sem viljum sjá út af durability er það sem T1 og T2 gerði. Það er að náða að committa, við viljum sjá breytingarnar. T3 abortaði og T4 og T5 voru ekki búnar, en út af atomicity að þá viljum við henda öllum breytingum sem það gerði. Með því. Og eftir sama sömu ástæðu munum daginn þegar vorum að tala hvort það sé ekki, ef einhver deadlock, hvort það sé ekki hægt að bara ræsa hreyfinguna aftur. Að sömu ástæðu það, þá getum við ekki raunlega tekið T4 og bara keyrt hann aftur, eða byrja það sem frá var horfið. Vegna þess að aðstæður geta hafa breyst og við getum lent allt öðrum stað í if-setningum og loopum og alls konar hlutum. Þannig að getur raunlega ekki bara haldið áfram. Við verðum bara að hreinsa hann út og láta forritarinn að redda þessu. Hafið talað biðminnistjóra í tölvuhögun, buffer manager, í stýrikerfum.
Það er einhver græja sem að raunverulega stjórna því hvað er í minnin á tölvunni versus hvað er á diski. Ekki neitt um þetta? Ok, þá svona talið um það stýrikerfi. En það er semst þannig að þið erum með harðadisk og það er gagnagrunnur, ekki satt. Svo erum við minni hérna og svona CPU og þetta allt saman. Og til þess að geta gert eitthvað með DB, gagnurinn, þá þarf hann að koma hingað. Ekki satt. Nú, yfirleitt að þá er gagnagrunnurinn raunverulega miklu stærri. Það er að segja að database er miklu stærri heldur en RAM. Þannig að við getum ekki verið með hluta á honum í einu. Og græjan sem að setja ákveður hvaða hluti, kannski þessi síða og þessi síða og þessi síða og þessi síða, er í minni að hún er sem kallar buffer manager. Biðminnistjóri. Þetta er sem stýrir því hvaða hluta grunninn er þarna og tryggir ykkur það að ef þið eru búin að taka einhver síðan í minni og svo eru búin að breyta henni, að það kemur síðan í ljós að það vantar pláss í biðminnstjórunum, þá tekur hann þetta hérna og setur það út á disk. Þannig að breytingin komist á diskinn. Og þetta er bara eitthvað sem stýrikerfi gerir fyrir ykkur yfirleitt. Svo er kannski við gagnsamskerfinu getur annar biðminnstjóri en Linux, Windows, þau eru öll að gera þetta alltaf. Af því að þið eru með miklu meira magn af gögnum á diskinum heldur kemst fyrir í minninu. Þannig að einhver þarf að ákveða hvað er. Þegar þið lokið tölvunni, þá er það sem er í minni yfirleitt sett út á disk. Skiljið? Svo þegar við vekjum upp aftur, þá þarf að ná því aftur inn í minni. Og þess vegna tekur smá tíma að ræsa. Og sérstaklega semst ef það er eitthvað sem við erum búin að breyta í minninu, þá þarf að lesa það út. Ef þið eruð með forrit sem að þurfa rosalega mikið minni, það er ekki lent í að þá svona hægir á tölvunni. Það er eitthvað sem að hoggar minnið og allt verður rosalega þungt. Og þá er sem biðminnistjórinn í vandræðum. Vegna þess að það er búið að taka frá eitthvað pláss í minni, þar sem hann hefur til að leika sér með fyrir skrár og svona, að það er allt í norði rosalega lítið og þá er hann alltaf að skrifa út og henda og lesa nýtt og svo framvegis. Svona thrashing hegðun. Og það er semst út af þessum biðminnstjóra, hann lendir í vandræðum. En það eru svolítið svolítið sérstakt í sambandi við gagnasambandkerfi með biðminnstjóra og það hefur að gera með þetta isolation og durability. Eitt er það að þegar þið segir commit, þá viljið að breytingarnar ykkar séu í grunninum, ekki satt. Einfölda leið til að gera það er að segja, ok, þið eru búin að breyta hérna, þið segir commit, að það er actually bara að fara og skrifa þetta út á disk. Þegar þið er búin að skrifa þetta út á disk, þá fá það tilbaka, ég er búin að committa. Sjáðu fyrir ykkur. Það eru örugglega í grunninum, ekki satt. Það er tvennt sem er svolítið flókið og þetta myndi tryggja ykkur durability, skiljið. Ef þið getur tryggt það, allt þeirri commit, að þá er allt á diski. Þá hefur þið alltaf durability. Tvennt sem er flókið við það, annars vegar er það að ef þið eru búin að breyta heilli töflu, þið eru búin að breyta kannski 1000 síðum og það er búið að skrifa 500 þeirra á diskinn þegar kerfið krassar, að þá þurfum við að hafa ágjörðum samt, skiljið. Þannig að ef þið eru að gera rosalega breytingar og segja commit, þá myndu þurfa að bíða ógeðslega lengi til að fá tilbaka. En ef þið gerir mikla breytingar og segja commit, þá fáið bara svar strax. Það er vegna þess að kerfin gera þetta ekki. Þau eru umlega að forsa ekki. Hitt sem getur verið slæmt, ef þið hugsið ykkur, þið eru með einhverja svona teljarafærslu sem er alltaf verið að breyta. Skiljið. Hún er núna rauð, svo kemur einhverju breytinni, næst sem gerist einhverju breytinni, einhverju breytinni. Það er bara alltaf verið að breyta þessu. Ef þið þurftu að skrifa hverja einustu breytingu á disk, þá myndi það taka rosalega langa tíma. Skiljið. Og þetta er kannski eitthvað sem er algjörlega krítískt að fá hratt. Ég vantar einhver teljara, ég þarf að fá hann ógeðslega hratt til að geta gert allt hitt. Og ef það þýðir eitt diska, 12 millisekúndur, þá er þið bara í rosalega vondum málum.
Þannig að þetta force, og við bara getum ekki gert það út af afkastum, að þá geta kerfin ekki lyft sér að skrifa út á disk. Þannig að við þurfum einhvern veginn að hafa ágjörð á því að þið gerir breytingar og þær eru ekki á diski, þær eru bara í minninu. Með því. Svo hitt, segjum sem svo, tökum annað dæmi, þið eru búin að breyta einhverju síðu hérna og biðminnistjórinn lendir í vandræðum. Hann vantar pláss. Og þið eru bara búin að breyta þessa síðu og þið eru ekkert að nota hana sérstaklega meira, þið eru bara að bíða eftir að committa. Og það til eitthvað sem kallað no-stíl, það segir, þessi síða, hún verður í minni þangað til þið committið. Og ég bara, gagnfarskerfi tryggir ykkur það. En ef við hugsaum ykkur að þið takið töflu sem er 10 sinnum stærri en minnið og þið breytið hver einustu færslu í henni. Er það hægt? Ef þið leyfið ekki, ef þið ætla að hafa allt í minnið þangað til committið. Ekki hægt. Þannig að við getum lent í vandræði með það að, sko, ef þið tryggið þetta og þið segið það bort, þá bara hendið síðan. Breytingarnar ykkar farnar, ógeðslega auðvelt. Ef tölvan krassar og minni hverfur, engar áhyggjur. Þetta var bara í minni, þetta var ekki á diski. Þannig að þið garantera að þegar kerfið krassar, þá verðið búin að týna þessu. En það sem að kerfin gætu gert, að taka þessar breytingar sem ekki búið að committa og setja þær á disk. Bara, það vantar pláss, verður að gera eitthvað. Þetta bara það sem ég ætla að gera. Sem þýðir það að þegar þið committið þá eitthvað dót á diski sem er ekki til. Nei, fyrir ekki, þegar þið abortið, þá eitthvað dót á diski sem er ekki til. Í rauninni, það einhver gildi þar sem á ekki að vera til. Og, maður sjá, maður strika yfir fínu almasinna hérna. Sem sagt, þannig ef þið gætu útfært force og no-stíl, þá væri þið með atomistic durability. Það væri hægt að tryggja það, til dæmis, að kerfi krassar ekki þegar ég að skrifa IO. Ég með eitthvað batteri og eitthvað svona vesen. Þá væri þið með atomistic durability. En það sem að kerfin gera hins vegar, að þau eru hérna. Þau leyfa biðminnistjóranum að skrifa út breytingar, ef að þarf, og þau garantera ekki að breytingarnar ekki fara út á disk. Þannig að það sem er á diski getur verið allt annað heldur en það sem er í minni. Þetta er sem sagt það sem þetta er ástæðan fyrir því að recovery er hérna svolítið flókið. Ok, ég var svo sem eiginlega búin að teikna þetta upp reyndar áðan. En þetta stílinga page snýst aftur það, þið erum með minni, þið erum með disk, það einhver síða hérna sem við köllum bara A og hún í minni og þið breytið henni og síðan þurfum við hérna plássið og þá skrifið hana hingað, breytingi fyrir á diskinn og svo losið plássið. Þetta er það stíl. Stelið plássinu sem hafði þó að ég geti síðan komið og ætla að gera eitthvað meira og þá þarf bara að ná hérna aftur inn í minni. En ég hélt að ég væri með þetta pláss fyrir breytingunum mína, en það farið, bókstaflega. Forcing a page, að það var í hina áttina og þau hugsa þetta, ef ég krassa, hvað þarf ég að gera? Ég þarf að gera undo, er það ekki? Ég þarf að hafa gamla gildið einhvers staðar til að geta skrifað það aftur yfir. Ef þetta var blátt, hérna, var með eitthvað blátt gildi, ég skrifaði yfir rautt, þá var einhverstaðar að geyma bláa gildi þannig að ég geti sett aftur yfir. Það er það sem ég vantar. Forcing a page, það er í hina áttina, að þá er það aftur með disk og einhverja síðu A og svo erum við minni hérna og þið erum með síðuna A þar og svo breytið henni og svo committar og það gerist ekkert. Það er að segja, ef þið forcið þá ítið þið hérna niður. No force, að það gerist ekkert. Þetta er force. Og síðan kemur einhver annar og breytir henni og þá
út af force, þá myndi ég skrifa það. Og svo ef einhver annar breytir þessu, út af force, skrifa það. Og þannig að allt sem maður gerir í recovery kemur út af þessu. Þannig að þess vegna ég að fara aðeins yfir þetta og þið þurfa ekkert að kunna sérstaklega mikið hvað biðmiðstjóri gerir, bara náttúrulega vita það að það sem í minni að það ekki endilega sama á diski. Og sem sagt, þegar ég leyfi stíl og transaction abortar, að þá þurfum að geta undúað. Ef við erum með no force og transaction committar og við ítum ekki út af disk, þá þurfum við að geta redúað. Og þannig að ef að kerfi krassar og við ætlum að restarta, þá þurfum við að hafa einhverja svona upplýsingar hvað hefur gert, sem við analyserum. Svo redúum við allar hreyfingar sem komast ekki út af disk og svo undúum við það sem á að aborta. Og það sem notað þetta kallað loggur. Og ef þið hafið búið til gagnagrunn til dæmis í MS SQL, þá hafið séð að það eru 2 skrár sem verða til eða ekki. Það er MDF og LDF, já, spurning. Já. Já, breytingarnar fara ekki á disk þegar komið og hvenær fara það á disk. Svarið sem sagt raunverulega það sem gerist tvennt. Þannig að það sem gerist fyrst að þessi loggur sem ég ætla að fara að tala að upplýsingar breytingarnar fara út á disk í honum þegar komið. En að því upplýsingar breytingarnar eru miklu minni heldur breytingi sjálf, eða heldur síðan, að þá það ódýrara. Hvenær þessi breyting fyrir á disk, það getur að fara aldrei á disk. Ef kerfið fer ekki niður, og einhver annar kemur og breytir þessu seinna, þá fór þín breyting aldrei út á disk. En það sem við þurfum að tryggja að upplýsingar manna fara út á disk. Og það það sem loggurinn snýst um. Við skráum í að no til þess að geta undúað eða redúað ef þarf. Hún getur verið stanslögt í cache-unu. Og sérstaklega ef þau eru með eitthvað sem svona hotspot, það sem alltaf verið að breyta, þá það bara í cache-unu, það breytist, það aldrei verið skrifað á disk. Alltaf í minni. En það sem að gerist hins vegar við svoleiðis að það alltaf verið að skrifa einhverja færstölu login og svo stundum verið að ýta honum út á disk. En talaðan sem að hverju það í lagi en að hverju hitt ekki í lagi eftir. Það sem þið þurfum að setja í login raunverulega, þið eru bara að skrá, ok, ég að breyta einhverjum bætum einhverju síðu. Þannig ég skrái page ID-ið, ég skrái hvar á síðan og hversu mörg bæti. Og svo skrái ég gamla gildið og nýja gildið. Og þetta setja ég í login. Og svo reyndar, já, þetta transaction ID. Og svo það kannski eitthvað aðeins meira dót. En ef þið til þess að breyta bara einu teljar einni færslu, þá þetta hérna 4. Síðan ykkar 892. Hvað það? 892, skiljið. Þannig að gagnamagni hérna kannski af stærðargráðinu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem 4 svona 20 og eitthvað bæti, skiljið, kannski 30 bæti á móti 8000. Þannig að ég get pakka mörgum svona log-entryum saman í eina síðu. Og síðan það sem gert í lognum að það alltaf verið að skrifa hann, getur hugsað eins og bara rosalega langa skrá, og það alltaf verið að skrifa sequential. Og munið afkvæmsta munin á sequential og random. Og ykkar sem hefði þurft fyrir commit væri random, fyrir login sequential. Og til að tryggja það, að þá á það fyrsta sem DBA gerir, database administrator gerir í alvöru kerfi, að passa það að loggurinn sé á sín megindisk. Það ekkert annað á logdisknum heldur en loggurinn. Og þið getur verið með risastóran disk og lítinn logg, en þetta snýst afköst, það snýst ekki pláss. Einu sinni kom ég í fyrirtækið þar sem var administrator sem var rosalega stoltur og sagði, sérðu þennan disk? Allir loggarnir mínir á. Rosa ánægð með það að hafa alla loggarna á sama stað. Fullkomlega vonlaust, skiljið. Munið, ég tók daginn það að skrifa logg að þetta sequential, þetta eins og, skiljið, þeir eru Malbika, Miklubrautina, skiljið, þeir bara farað alltaf í sömu átt. Ef einhver alltaf að taka græðunar, fara með upp í Breiðholt eða Kópavog, þá tekur ógeðslega langan tíma
malbika. Og þetta nákvæmlega sama login. Þau eru að tryggja það að sé ekkert annað að gerast á logdisknum, þannig að það sé alltaf hægt að skrifa. Og þá verður sem sagt loggurinn miklu hraðvirkari og jafnvel þó að sé að breyta rosa miklu, þá bara svona í rólegheitum verið að skrifa smá í login. Sequential, rosalega hratt. Og þess vegna það er það sem gerist, þú ætti að spyrja á þann, fer þetta aldrei á disk. Svarið er að það getur verið að fara aldrei á disk, en það fer eitthvað á disk í lognum. Og í lognum eru nægur upplýsingar til að ef þið krassi og þarf að rídúa, þá hafið þetta. Ef það krassar og þarf að undúa, eða kannski þetta grænt. Grænt hérna rídú. Ef það krassar og þarf að undúa, þá hafið þetta. Ok, síðan er spurningin, hvenær ætlum að skrifa eitthvað út á disk? Og það eru tvær reglur það, þetta er kallað write ahead logging. Ef við skoðum til þessu reglu 2 fyrst, áður en að transaction fær að committa, þá þarf ég að passa öll logrekord fyrir hana sé á diski. Skiljið. Því þá eru allar redo upplýsingar fyrir þessa transaction, og hérna er ég með ID á henni, að það er alltaf diski. Þannig ef við teknum login upp svona, og hér er eitthvað fyrir rauðu transactionna, og hér er, skiljið, og svo er hérna eitthvað fyrir bláa transactionna. Nei, þetta er blátt. Svona. Að þegar bláa segir commit, að þá þarf ég að passa að þetta allt sé á diski. Áður en get gefið tilbaka og sagt, já, þú commitaður. Með því. Þetta kemur í staðinn fyrir þessa force policy. Staðinn fyrir að forsa breytingunum disk, að þá forsa ég login á disk. Síðan er það hitt, ef að einhver stelur breytingun ykkar, ef til dæmis þessi bláa hérna er búin að gera einhverja breytingu á síðu einhverju, og svo þarf að setja þessa síðu á disk, að þá þurfum við að tryggja allt upp að þessari breytingu sé á diski. Og sjálfur sér er það bara þessi breyting sem ég fæ, en til þess að fá sequential I.O. þá skrifa ég alltaf allt í lognum. Þannig að það sem við gerum til dæmis þegar við breytum síðu, að þá skráum við síðustu breytinguna, síðasta log entry. Við sáum númerið á síðasta log entry að það er skráð á síðuna. Þegar við ætlum að skrifa hann út, þá tékkum við þessu log entry og skrifum login út af því. Og svo má alveg skrifa login hraðar, skiljið. Það er alltaf í lagi að skrifa meira á lognum. Þannig að ef það er eitthvað kerfi sem bara lætur login malla út á diska, þá getið ekki þurft að gera neitt þegar kemur að commit. En ef við passið þessar reglur, að þá getið þið sem sagt redo og undo og allt sem er búið að committa að borta. Nú getið þið hugsað, ok, hvað ef bláa hreyfingin er búin að gera þessa breytingu og það er ekki búið að skrifa login út á disk. Loggurinn er komin hingað, bláa gerir þessa hreyfingu hérna, og svo kemur bara krass. Hvernig er staðan á grunninn? Þegar ég vakna upp, lendi ég ekki í vandræði með þessa breytingu hérna. Ég var ekki búin að skrifa út á disk. Ég var ekki búin að skrifa login út á disk. Hvað segið þið? Jú, akkurat, hún hverfur að því hún var bara í minni. Hún var ekki út á diski. Þannig að þetta er ekkert vandamál. Ég þurfti ekki að skrifa logfærslunum fyrir hana af því að ég var ekkert búin að gera hana. En ef við tökum hina áttina, hvað ef að loggurinn hefði actually verið komin hingað? Já, kannski ekki þangað því að tíminn er. Hvað ef ég væri búin að skrifa þetta allt út á disk? Og svo krassa kerfið. Lendi ég þá í vandræðum? Já, ég er búin að, ég er ekki búin að breyta þessu á diski, en ég er með þetta lognum, en það gerir ekki til. Ég get bara að tékka á, er ég með gamla gildið, að ég hef það, og allt er í lagi. Þannig að þetta er, aftur, þetta er svona, maður þarf að sjá þetta fyrir sér og spila þetta svolítið fyrir sér, en þessi reglur sem tryggja ykkur það, að þið hafi nægar upplýsingar til að undúa eða rídúa allt sem að þarf að undúa eða rídúa.
Og þetta sem sagt hérna, þegar þið eruð í svona normal processing, að þá eruð þið að lesa og skrifa, commit og abort, þið eruð með læsingar og þið eruð með þetta stíl og no force. Og síðan þetta hérna, write ahead login. Það það sem þetta snýst um. Það er verið að skrifa til log og það er verið að passa nógu mikið að lognum fara út á disk til þess að sé allt í lagi. Þegar þið updateið, það gerir þið raunverulega ekkert mikið. Þið hérna tryggið ykkur að síðan sé sko óbreytanleg, það er kallað LATS, þetta er svona svo lítill lás, gerir breytinguna, búið til logrekordið, sleppið síðunni. Það er eina sem þið gerir, þið eru ekkert að gera neitt annað. Þið þurfa ekkert að ágjöra á neinu, það er tryggið þetta. Og svo er það biðminnistjórinn og recovery mannsir sem er að sjá að loggurinn fara út á disk fyrir ykkur. Og hvað ef þið abortið, þá hafið þið logginn og þið hafið einhverja töflu yfir alla transaksjónir og þá vitið hérna fyrir ykkar transaksjón hvenær hún gerði síðast eitthvað. Og þá getið farið bara í logginn, fundið færslunar og fundið hérna old data, skiljið. Og þið finnið öll old data, þið vitið hvað síðan að fara, hvaða bæti, þið gerir breytingar. Nú, ef breytingin ykkar er komin á disk, þá gæti þetta hérna þýtt, skiljið, og þessi var komin á disk, þá þýðir þetta æjó, þið þurfa að lesa síðan aftur inn og öndúa. En það er bara, er það svoleiðis. Og að því að hafið stranga tveggja færslulæsku, þá er þið raunverulega með læsingu á öllum færslunum, þannig að þegar þið breytið þeim tilbaka, þá er það allt í lagi. Þannig að abort, farið í login og spilið þetta tilbaka. Takið öll gamlu gildin og setjið inn í töfluna. Commit, og þá skrifið þið bara sem sagt login upp að commit log-entryinu og svo þegar það er búið þá getið þið látið vita, ok, þetta er leið. Þannig að þið þurfa ekki að setja alla breytingar á disk og hérna og mjög mikilvægt að muna það. Það er rosalega auðvelt að gleyma því að commit setur ekki breytingarnar ykkur á disk. Og hérna þetta er svona eina af þessum spurningum sem ég fæ oft í hinu námskeiðinu, seint í námskeiðinu. Nú býtu, setur commit ekki breytingarnar á disk? Nú, síðan þýðir þetta ef loggurinn hérna á diski, þetta er svaka stór diskur og ef kerfið krassar og þið ætlið að ræsa, þá þurfið þið raunverulega að lesa allan logginn frá upphæði til að vita hvaða hreyfingar voru, hvaða breytingar það er að gera og svo framvegis. Það getur svolítið langt þannig að þið munið sjá kerfið gera eitthvað sem kallað checkpoint. Og yfirleitt er það þá þannig að það bara skrifar, það hreinsar aðeins út úr hérna minninu, skrifar eitthvað á disk, kannski smá upplýsingar hvað er ennþá í minni. Þannig að þegar þið endurræsið þá getið þið fundið síðasta checkpoint og lesið bara það. Og aftur ég ætla ekkert að krefja ekki mikið um þetta. Típiska prófspurningar eru meira force og stíl, polísíur og hvað áhrif þær hafa og hvað er í lognum og write ahead logging. En checkpoint, ég ætla nú ekki að spyrja ykkur það, en þið munið sjá þetta semst að flest kerfi eru kannski að taka checkpoint á mínútu fresti eða nokkra mínúna fresti eftir hvað grunnurinn er mikið uppdataður til þess að recovery tíminn sé ekki langur. Til að þurfa ekki að lesa alla breytingar sem var gerða frá því í gær. Og svo þegar þið, sem sagt, þessi ERIS algoritmi sem er svona tiltölulega algengur, það sem hann gerir raunverulega, hann finnur checkpoint hérna og les login til enda og finnur alla breytingar sem hafa verið gerðar. Svo finnur hann í þessu, þá finnur hann elstu breytingu sem fannst ekki út disk og svo fer hann bara að spila alla breytingarnar aftur. Hér er breyting sem komst ekki út disk, setja hann út disk. Eða breyti minni í runni. Hér er breyting sem komst ekki út disk, ég set hana í síðuna. Og svo þegar það er búið, þá fundar allar transaction sem voru í gangi, sem það er á að borta, og þeim er hent. Og þegar það er komið, þá erum við raunverulega komið munið hérna myndina sem var nú alveg hérna í upphæði einhvern tímann.
þá erum búin að tryggja það að þessar breytingar halda sér og við tryggjum okkur það að þessar hverfa. Eitt sem svolítið skondið í Eris er sjá þessa hreyfingu hérna sem að abortaði. Þegar hún abortaði þá var hérna einhver fasi í henni sem var undo ekki satt. Fyrst gerði einhverja breytingar, svo abortaði hún, þá kom einhver undo. Og það sem að Eris gerir, að hann gerir sem sagt redo á þennan fasa og svo gerir hann redo á undo fasan. Það sem hann bara spilar hreyfinguna alveg eins og var. Og maður getur hugsað sér þetta er ógeðslega vitlaust, maður getur bara sleppt þessu en kemur í ljós að þetta er miklu einfaldara. Gera bara svona. En hvað það? En það sem ég vilja halda eftir ég vilja skilja þetta stíl og force, skiljið. Hvað þýðir, hvað er gert. Það er að segja að gagnaskerfin eru með no force og stíl, hvað áhrif það hefur. Vilja skiljið hérna loggin, hvað fer í hann og þetta af hverju það er mikilvægt að setja loggin á einn disk. Og svo þetta right head logging, hvernig það tryggir ykkur, því að það er svolítið kjarnin í því að tryggja ykkur atomistic durability. Þannig að þetta já, þetta voru svona það sem við ætla að höra með. Síðan er eitt sem við höfum ekki talað um, en DBA þarf að ágjöra af, að því að loggurinn er alltaf að vaxa, að þá ef við myndum ekki gera neitt, þá það bara óendanlega stór, ekki satt. Skiljið. Af því að það er alltaf verið að logga allt sem þið gerið. Það sem er gert sem sagt til þess að koma í veg fyrir það, ef við erum með hérna einn disk með database og einn disk með log, að þá tekið afrit af þessu, eitthvað á hérna tape eða annan disk og svo loggurinn bara trunket þar. Það er að segja því sem hérna í lognum því hent. Styttur. Tryggjum bara alla breytingar þannig að þetta actual stað eins og var einhvern tímapunkti með öllu og þá gjarnan bara sko hreyfingar stoppaðar þannig að það committa og svo engar hreyfingar leyfðar og svo þetta bara sett á tape og tapeið fer í hérna örugga vörslöngstar þannig að þið getur recoverað eins og ekkert sé jafnvel þá að kvikni í húsinu hjá okkur og síðan má henda lognum og ef maður bakkar ekki upp að þá á einhverjum tímapunkti þá hættir kerfið að virka. Mjög einfalt. Recovery verður náttúrulega löngu undan mjög hægt en á einhverjum tímapunkti að það bara fyllist logdiskurinn og allt stopp. Og það sem sagt til það alveg, ég hef lent í því að það sko, maður sé internet service með fullt að gagnagrunnum fyrir alls konar hluti, bakkaði ekkert upp nokkuð tíma. Það voru með 300 eitthvað kuna, ekkert backup. Ekki góð hugmynd. Herðu, ok. Þetta ég ætla hérna, svo sem ekki að segja meira þetta er bara hvað þið þurfum við að átta ykkur á, svo ágætt að fara og gera einhver svona heimadæmi og svoleiðis til þess að tryggja sig að hafa skýling á þessu. En við tölum atomicity, consistency, isolation, durability, tölum hvernig við útfærum þetta og bara svona rétt til að fara aftur í sko learning outcomes að ég vilji getið lýst fundamental transaction concepts og það til dæmis ACID algjörlega fundamental transaction concept. Hvernig þetta útfært líka svolítið fundamental. Það að segja hvernig locking virkar, hvernig logging virkar. Skiljið. Síðan þurfum við að geta lýst basic database administration function og við förum eins þegar næstu viku, en það átta sig til þess á recovery, skilja grunninn recovery, að það nauðsynlegt til að skilja hverju til þess við tökum backup. Ef við skilja ekki recovery, þá viðtekið það loggur, þá þarf aldrei að taka backup, þegar gagnurinn alltaf réttur. Skiljið. Þannig að þetta svona, þess vegna erum við þessu og síðan náttúrulega styður þetta líka við það að skrifa simple transactions. En síðasti punkturinn kannski aftur að rifja upp, þið þurfið að hafa ágjör af consistency. Þó að þetta sé hluti af konceptinu transaction, þá þetta fyrst og fremst hjá ykkur. Gangurinn leyfir ykkur að skilgreina primary key og foreign key og alls konar hluti og trigger og svoleiðis, en ef þið gerir það ekki, að þá gerist ekki neitt. Það til gagnagrunnar sem ekki með neitt foreign key. Af því að fólk segir það sem ekki óverhætt að tékka það. En þeir eru fullir af rusli.
bara, skilji, ég get alveg garantera það. Að MySchool er foreign key á svona fjórðungjagrunnum, restin ekki. Og það bara þýðir það kóðinn sem að tékka, hann þarf að gera þetta sjálfur. Það foreign key þýðir að allir þurfa að virða þetta. Ef það er ekki foreign key, þá þarf hvert einasta forrit að passa sig. Og þetta munurinn á sem sagt, þetta munurinn á hvað consistency liggur. Það er svona reynið að koma eins miklu í grunninn og getið. Og aftur líka þegar þið eru að normalisera, þá er það að tryggja consistency. Það snýst það. Það er að tryggja að sé ekki ítrekka að vera að skrá sömu upplýsingar aftur og aftur og lendi í því hugsanlega að sé einhver mistök. Algjörlega consistency mál. En kerfið hins vegar sér atomistic durability isolation, það sem þurfa að ágjöra að vera isolation level og og sem sagt deadlock og svoleiðis. Eini sem þarf að ágjöra af lognum að það er raunverulega DBA-in. Þið er ekkert að hugsa það, þið bara keirið eitthvað forrit og það bara keirir á servernum og serverinn sér að logga og svo verður til einhver loggur. Ok. Þá skulum við segja þetta gott í dag. Farið að drífa ykkur að klára verkefni. Og svo munið ég verð lítið á Piazza eða jafnvel ekki neitt, en það er hádegisfundurinn. 12:30 til 12:30 ef þið viljið koma með síðustu spurningar.